Komið þið sæl og velkomin í landsbyggðir. Gestur þáttarins að þessu sinni Guðmundur Gunnarsson, nýr bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Vertu velkomin. Guðmundur, þú ert bolvíkingur, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og í Bolungarvík staðan þannig að bæjarstjórinn þar Ísfirðingur. Já, þetta sannarlega held ég að fólki finnist þetta dálítið svona bara skemmtilegt sko. Að þetta snúist svona. Það má tala einhvers konar mótvægisaðgerð, en ég held að í grunninn þá erum við náttúrulega sko, við erum að vinna sömu markmiðum og það rétt, ég alinn upp í Bolungarvík og og þar búa foreldrar mínir enn. Mamma hins vegar mikill Ísfirðingur og ég var öll sumur á Ísafirði og ég í hópi þeirra sem að lít svo á að ég sé nú ekki alveg greinamerkin á milli þessara sveitarfélaga. Ég á marga góða vini og marga góða og fjölskyldur á báðum stöðum og hef miklar og sterkar tilfinningar til svæðisins alls í rauninni frekar heldur en að setjast eitthvað í einhver hólf hverra manna maður eða hverju maður tilheyrir eða hvaða hagsmunum maður að vinna eða geta. Þú tókstu við mánaðamótin þegar þessi þáttur tekið upp. Þetta í raun og veru fyrsta opinbera embættisverkið þitt? Já, þetta í rauninni bara núna fyrir fáeinum mínútum þá hóf ég formlega störf í þessu nýja starfi sko. Þú hefur verið búsettur á höfuðborgarsvæðinu. Hversu vel hefur fylgst með gangi mála hérna fyrir vestan? Ég held að það sé þannig með mig eins og alla sem að eiga hingar sterkar rætur og það sem að hjartað ég held ég hef alltaf fylgst miklu meira með málefnum hérna fyrir vestan, hérna heima heldur en nokkuð tíman í Kópavogi þar sem ég hef búið í 11 ár og ég myndi aldrei ganga götur og kalla mig Kópavogsbúa þótt að ég hafi verið þar með lögheimili. Maður fylgist grannt með af því að maður fylgist grannt með því sem maður hefur áhuga á og ég hef áhuga á og ber miklar og sterkar tilfinningar til Vestfjarða og til svæðisins, þannig að ég tel mig vera nokkuð velinn í öllum málum og þreytist seint á að fylgjast með og kynnast því sem að fólk að takast á við hér og takast á og þá sérstaklega í pólitíkinni. Ég held mér að ég fylgist meira með sveitarstjórnarmálum á Norðurlandi og Akureyri heldur en því sem að gerist á höfuðborgarsvæðinu, einfaldlega vegna sem ég bjó þar í 5 ára skeið og þetta held ég líka sé bara hluti af því að vera óbúslega mikill landsbyggðarmaður, hafa óbúslega mikinn áhuga á uppbyggingu og byggðum vítt og breitt landið. Það held ég að það reki mann í það að fylgjast kannski af meiri áhuga með því sem að gerast og því sem að fólk að vinna að á minni svæðum. Flokkarnir sem að mynda meiri hluta í bæjarstjórn Ísafjarðar, Daníel Jakobsson formaður bæjarráðs, þegar hann kynnti stefnuskrána, þá talaði hann mjög snemma í sinni ræðu mikilvægi þess að allir bæjarfulltrúar legðust á eitt og hann kallaði eftir samstöðu. Ertu bjartsýnn á að það náist samstaða? Það hefur stundum við talað að pólitíkin hérna fyrir vestan sé svolítið hörð. Já, auðvitað alls það sem ástríða, þar hart tekist á og ég held að Vestfirðingar eru bara þannig í eðli sínu að fólk liggur ekki á skoðunum sínum og það tekist á, en ég held að fólk þekki ekki mjög vel til Vestfjarða eða Vestfirðinga eða átti sig ekki á því að þó að fólk sé ósammála og takist á að þá eru allir að vinna sama markmið, þannig að ég held að ég sé ekkert í fyrirstöðu að ég sé ekki hægt að vinna saman. Fólk sem að tekur sér það fyrir hendur eða velst í það að vinna fyrir sveitarfélögin, það hafa allir sama markmiðið. Það allir að róa í sömu átt. Það verið að reyna að leggja sig fram og gera sitt ítrasta til þess að auka lífsgæði, bæta samfélögin, vinna fyrir fólki sem að hér kýs að búa og kannski laða þá að fleiri sem að vilja sjá ljósið og flytja hingað vestur. Þetta mér finnst oft gott að því að nú ég mikill áhugamaður kórsöng, að það má í rauninni líka þessu við sko að það allt í lagi þó að séu ólíkar raddir að syngja mismunandi nótur. Það í rauninni nauðsynlegt á meðan allir að syngja sama lagið. Og ég hef fylgst það náið með og þekki vel til margra þeirra sem að starfa sveitarstjórnarmálum hérna fyrir vestan að ég hef ekki heyrt annað en að hér séu allir að syngja sama lagið. En þetta fyrirtæki Ísafjarðarbær, ef við líkjum þessu við fyrirtæki, hversu stórt það í mannafla og veltu? Þetta nefnilega dálítið stórt fyrirtæki. Þetta eru 400 starfsmenn í afskaplega breiðri og ólíkri starfsemi sem að mér finnst ákaflega spennandi og verður ótrúlega gaman og krefjandi fyrir mig að vinna með öllu þessu góða fólki á öllum þessum starfstöðum, í öllum þessum bæjarfélögum í rauninni. Velta Ísafjarðarbæjar á síðasta ári var 4,5 milljarður í tekjur
og það gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun þessu ári að tekjur muni aukast liðlega 300 milljónir, þannig að það nú ein jákvæðu merkin sem við horfum til, að tekjur eru sannarlega að aukast á svæðinu sem að gefur okkur tækifæri til þess að ráðast í framkvæmdir og bætur til þess að auka lífskjör. En auðvitað þetta náttúrulega bara eitt merkið, ein heilbrigðistalan það hvernig okkur vindur fram og hvernig gengur í fjármálunum. Við þurfum líka að eins og Vestfirðingar eru vanir og íbúar Ísafjarðarbæjar eru vanir líka, að við þurfum að sýna ráðdeild, vera skynsöm og forgangsraða, en það sannarlega lag núna og það eitt af því sem að mér finnst ákaflega spennandi á þessum tímum núna, að það sannarlega lag, fólki að fjölga í sveitarfélaginu og fjölgun upp á liðlega 100 manns á síðasta ári, og þá þarf sveitarfélagið og ber sveitarfélagin að bregðast við með því að byggja undir grunnstoðirnar, gera fjölskyldunum, gera bæinn aðlaðandi fyrir fjölskyldur sem hér búa og hlúa að grunnþjónustunni fyrir þá sem að kjósa að vera. En þegar þú lappar göturnar hérna á Þingeyri eða inn í Ísafirði, hvernig svona, bara heilt yfir, hvernig finnst þér hljóðið vera í fólki? Mér hefur alltaf, það ástæðan fyrir því að ég reyni að verja eins miklu tíma og ég mögulega get hérna fyrir vestan, þótt ég hafi verið búsettur annar staðar. Mér finnst alveg ofboðslega gott að koma hingað og það eru ekki bara fjöllin sem að umvefja mann hérna fyrir vestan, það líka og fyrst og fremst fólkið. Og ég væri ekki að taka að mér þetta verkefni eða sækja þetta starf eða sækja eftir því að flytja hingað, nema að ég fyndi þessa jákvæðu strauma sem að toga og hafa alltaf togað í mig og fjölskyldu mína. Þannig og ég get bara sagt að þessa fáu daga síðan að þessi ákvörðun lá fyrir, að þá hef ég fundið alveg ótrúlegan meðbyr og bara kærleika frá fólkinu sem hérna býr, og það gerir mann bara staðráðin í að vilja standa sig, gerir mann staðráðin í að vilja vinna með fólkinu hérna að áframhaldandi uppbyggingu og framgangi svæðisins. En þú segir að sveitarfélagið sé betur í stakk búið til þess að ráðast í ýmsar framkvæmdir, það meiri velta og svo framvegis. Stærstu verkefnin sem að meiri hlutin hefur sett núna niður á blað sem að stendur til að ráðast í? Það eru mjög mörg verkefni og ég held að í kosningabaráttunni núna síðast sem ég fylgdist vel með eins og margir aðrir að þá það margt í pípunum og það líka komin tími á margt. En ég held að án þess að vera 10. einstök verkefni vegna þess að þá ég búinn að setja mig í þau spor að vera byrjaðar á forgangsraða. Það væri held ég að mínu viti óábyrgt á fyrsta degi í starfi, því að mitt hlutverk fyrstu vikurnar og fyrstu dagana verður fyrst og fremst að hlusta við að mér upplýsingum, fá að heyra í rauninni hvaða röksemdir liggja til grundvallar. En ég held að við séum sammála það og ég hjartanlega sammála þeim sem að mynda bæjarstjórn núna, að það þarf að forgangsraða skynsamlega. Við getum ekki gert allt í einu, en það ýmislegt sem brýnt, en við þurfum hins vegar að líta til þess hvað skynsamlegt að gera í hvaða röð og horfa þá til fleiri ára heldur en bara eins árs í fjárhagsáætlun sem oft dálítið lenska. En það ýmislegt í pípunum og ef maður rennur í gegnum fjárhagsáætlun fyrir þetta ára þá eru menn stórhuga. Það þarf að hlúa betur að leikskólamálum, það brýnt að ráðast í viðbyggingu þar, íþrótta- og æskulýðsmál, það stórhuga áform uppbyggingu á Torfnesi. Ég geti haldið áfram að telja upp verkefni, en ég ætla ekki að setjast hérna og byrja strax á fyrsta degi að segja hvað það sem við eigum að gera í hvaða röð. Ég þarf fyrst að fá gögnin í hendurnar, hlusta á mér færara fólk sem veit meira málefnin, og þá getum við farið að mynda okkur skynsamlega skoðun á því. Skólamál taka til sín mjög stóran hluta af útgjöldum allra sveitarfélaga og þannig það líka hérna fyrir vestan. Það eru kjarasamningar handan við hornið, kennarar, þeir hafa látið óánægju sína í ljós margsinnis land allt. Væntanlega vill sveitarfélagið hérna eins og allstar annar staðar styrkja og efla skólastarfið. Það hægt nema að hækka launin hressilega? Já,
Það er fleira sem kemur til í ánægju fólks í starfi heldur en bara launaumslagið. Ég held að við vitum það báðir og þekkjum það sem hafa unnið í fréttamennsku. Að ég tel að okkar hlut, það er náttúrulega í höndum samninganefnda og það er ýmislegt sem að við getum í rauninni ekki stýrt eða stjórnað, eins og til dæmis niðurstöðu kjarasamninga. En það sem að kemur í okkar hlut, það sem við getum gert er aðbúnaður og ánægja starfsfólksins og hvernig starfsumhverfið er. Og ég þeirra skoðunar og hef alltaf verið í rekstri og utanumhaldi og vinna með fólki að það er hægt að bæta inn fullt af breytum þegar kemur á því að vera ánægður í sínu starfi heldur en bara það sem að endar síðan í launaumslaginu. Það skiptir verulega miklu máli að sjálfsögðu en það er ekki öll sagan. Einmitt í þessum meirihlutarsáttmála þá talað ef ég man rétt, að hér eigi að vera framúrskarandi skólastarf. Og ég tel nú reyndar að svo sé nú þegar og við þurfum bara að líta til þeirra fjölbreytni sem er í boði til þess að átta okkur á því að skólastarf á Vestfjörðum í miklum blóma og þá ég ekki bara að tala grunnskóla eða á grunnskóla eða leikskólastigi heldur Háskólasetur Vestfjarða hefur verið starfandi allnokkra hríð og hefur fært sveitarfélaginu afskaplega mikil og ný og mikilvæg blæbrigði. Bæði í að fá inn alþjóðlegan vinkil, fá inn fræðimenn og rannsóknir inn á svæðið sem afskaplega brýnt og nauðsynlegt hverju samfélagi. Og svo nú líka gaman að minnast á það að nú verið að hleypa á stokkunum lýðháskólanum á Flateyri sem að mér finnst einstaklega spennandi og áhugavert verkefni og einmitt í anda þess sem að við erum sem að Vestfirðir standa fyrir og Vestfirðingar standa fyrir. Öflugt mentastarf að það séu starfandi öflugar mentastofnanir fyrir vestan? Það grundvöllur þess að halda í unga fólkið? Já, svo sannarlega. Ég held að það einhver blöðum með það að fletta. Og menntaskólinn gegnir náttúrulega þar algjöru lykilhlutverki því að það eru þessi mótunar ár þegar að rót kemst á unga fólkið og það að halda upp í öflugu starfi á menntaskólastigi á Ísafirði og í Ísafjarðarbæ er bara afskaplega mikilvægt og ég gerir mig fulla grein fyrir því og ég veit að þú gerir það líka komandi frá Akureyri þar sem að má horfa til frábærar uppbyggingar í Háskólanum á Akureyri sem hefur í rauninni gert þetta sama og horfið til þess að þar er hægt að bjóða upp á nám fyrir ungt fólk til þess að halda áfram að búa eða jafnvel laða að fólk annar staðar frá sem hefur áhuga á að mennta sig og vill gera það í umvefjandi umhverfi eins og hér er. En þessu tengdi atvinnumál í þessum meirihlutarsáttmála þá talað að bæjarstjórn Ísafjarðar hún muni gæta hagsmuna atvinnulífsins. Hvað átt við þarna? Við náttúrulega gætum fyrst og fremst hagsmuna íbúa bæjarins og það náttúrulega fyrst og fremst til dæmis mitt hlutverk og hlutverk þeirra sem að vinna fyrir Ísafjarðarbæ. Við erum að vinna fyrir íbúa bæjarins en það einn af hornsteinunum atvinnulífið og það einhver blöðum með það að fletta og það sem að við getum líka bara hort til þess hvað hefur áunnist á undanförnum árum á þessu atvinnusvæði. Við erum að horfa til þess að á tiltölulega skömmum tíma þá hefur fólki hér lánast að breyta atvinnulífinu úr því að vera kannski full mikið af eggjum í einni körfu yfir í það að vera tiltölulega fjölbreytt fyrir ekki stærra samfélag. Hornsteinarnir eru orðnir fleiri, körfurnar eru orðnar fleiri og það eru öflug nýsköpunarfyrirtæki starfandi í sveitarfélaginu og það öflug ferðaþjónusta og mikil uppbygging. En á sama tíma byggjum við enn á þessum grunnstóðum sem eru sannarlega í sjávarútvegi og það mun alltaf vera stór burðarás í atvinnulífinu hér, nándin við auðlindina segir okkur það, þannig að það algjör þumalputtaregla og við munum sannarlega og það okkar hlutverk að beita okkur fyrir því að halda áfram að byggja ofan á öflugt atvinnulíf í ólíkum greinum sem hver styður aðra og það til dæmis við munum horfa til þess og ég hef hort aðdánaraugum á forsvarsmenn sveitarfélaganna fyrir vestan hvernig þeir hafa talað fyrir möguleikunum sem felast sannarlega í auknu eldi og að gera það á ábyrgan hátt í sátt og samlyndi við náttúruna eins og Vestfirðingar hafa alltaf gert. Þegar að þú einmitt minnist á þetta fiskeldi
það alveg augljóst á tali Vestfirðinga að þeir horfa mjög til fiskeldis. Já, og það ekkert skrítið. Þarna eru mikil tækifæri, þarna eru miklir möguleikar og hérna hefur svæðið mikla styrkleika. Og það ekkert skrítið að fólk horfi þá til þess að nýta þessa styrkleika. En það sem mér hefur þótt í þeirri umræðu að þeir sem að tala þannig að Vestfirðingar séu ekki að gæta nóg að sér að vinna þetta nógu mikið í sátt og samlyndi við náttúruna, þeir þekkja hvorki Vestfirði né Vestfirðinga. Því að við ættum einmitt, ég held að þeir sem að tali hvað hæst í predikunarstólum ættu frekar að leggja meira við hlustir. Því að ef við horfum bara til sögunar í gegnum tíðina, þá það einmitt það sem að Vestfirðir byggja á og það sem Vestfirðingar hafa byggt upp sín samfélög á. Það að byggja upp samfélögin í sátt og samlyndi við náttúruna og gera það á ábyrgan hátt. Það hefur okkur lánast í gegnum tíðina og ég sé ekkert í fyrirstöðu að það verði ekki líka í framtíðinni. Við munum gera þetta á ábyrgan hátt og það verið að mínu viti að vinna þetta á ábyrgan hátt. Þannig að sáttu náist og ég bara svo bjartsýnn í eðli mínu að ég held að það muni vera lendingin. Það eru nokkur fyrirtæki sem að vilja hefja sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi. Hafrannsóknastofnunin hefur ekki gefið út leyfi ennþá. Hvernig sérðu svona kapallinn ganga upp? Kapallinn mun ganga upp. Þetta er sjúkranutt. Það þarf bara að halda áfram að hamra á vöðvanum og nuddan og þá mun hann á endanum verða góður. Við gerum okkur alveg, það svo mikil þrautseigja í fólki hérna fyrir vestan og allir þeir sem að vinna að þessu máli, þeir gera sig grein fyrir því að það þarf að mæta oftar í sjúkranutt til þess að vöðvinn verði góður. Og það það sem fólki hérna að gera og það sem að forsvarsmenn sveitarfélaga eru að gera. Við erum að reyna að koma réttum upplýsingum á framfæri. Við erum líka að reyna að sjá til þess að það sé að vera að vinna þetta af ábyrgð. Og ég hef ekki séð neitt annað en að þeir sem eru að reyna að vinna þessum málum framgöngu séu að reyna að gera það á ábyrgan hátt, viða að sér gögnum og upplýsingum og reynslu annars staðar frá til þess að gera þetta þannig að við getum verið stolt af því. Við myndum aldrei fara út í þetta hérna fyrir vestan, nema vera algerlegar sannfærð að þetta væri samfélaginu og umhverfinu til hagsbóta. En það heyrast líka þær raddir að leyfisveitingar og ákvarðanataka ýmiss konar ætti að vera meira í höndum heimamanna. Já, eðlilega. Ákvarðanir sem að lúta að umhverfi þeirra sem búa á svæðinu eiga eðli málsins samkvæmt að vera í höndum þeirra sem að þar búa, sem að veðja á svæðið. Þannig að ég held að það sé alveg réttur tónn sem við erum að slá. En myndið þú vilja að þá sveitarstjórnarstigið hefði meira þetta að segja? Að mínu viti hefur sveitarstjórnarstigið látið sem málið varða og haft sig í frammi. Og kollegar mínir, nýjir kollegar í sveitarfélagunum hérna við Djúp hafa verið mjög ábyrgandi að mínu viti og tala mjög skýrt. Og við munum bara halda því áfram og hvar svo sem að ráðamenn eru í flokki, ég sé að auðvitað skiptir það líka máli en þegar öll á botni hvolft þá snýst þetta ekki barmerki eða hagsmunagæsluhópa, þetta snýst heilbrigða skynsemi og að ná samræðum við fólk á þeim grunni að það séu virkilega sannanleg gögn á bak við ákvarðanatökuna. Annað stórt mál, raforkumálin, þau hafa nú verið í fréttum. Já, sannanlega og ekki að ósekju. Þetta mikið hagsmunamál fyrir svæðið eins og öll svæði. Raforkumál eru mikilvæg og ég held að fólk verða að átta sig á því að ef að einhverjir væru í þessum sömu sporum og fólk hérna fyrir vestan að búa ekki við trygga raforku þetta langt skeið að þá myndi líka heyrast í þeim. Það ekkert skrítið að þetta mál, því það það brýnt bara fyrir atvinnuuppbyggingu fyrir lífskjör á svæðinu, að það sé sett á oddinn og við þurfum að fara að leysa þetta til frambúðar og við munum að sjálfsögðu beita okkur fyrir því og fólk hér hefur beitt sig fyrir því og hvernig svo sem við leysum það, en það bara aðalatriðið að við þurfum að tryggja þetta hérna fyrir vestan.
bara til þess að hér sé hægt að halda áfram að byggja upp. En þegar við erum að tala málefni Ísafjarðarbæjar, þetta eru nokkuð margir byggðakjarnar eftir að svona mörg sveitarfélög sameinuðust. Hvernig svona gengur að sameina þessi sveitarfélög? Þetta er svona langtíma verkefni, þetta tekur mörg ár og jafnvel áratugi að sameina. Að hagsmunirnir, þeir geta verið nokkuð mismunandi eftir því hvar þú ert staddur í þínu bæjarfélagi sem þú stjórnar. Svo sannarlega, og það er ekkert einfalt mál að sameina sveitarfélög. Þetta eru í grunninn til eru svona einingar, það er eining innan hvers bæjarfélags, og ég held nú reyndar sko að margir þeir sem að búa svona í þessum dreifðari byggðum sveitarfélagsins, til dæmis hérna á Þingeyri þar sem við sitjum í dag, það er nokkuð útbreidd skoðun að það hefði mátt að þeir hafi borið dálítið skarðan hlut frá borði í þessum sameiningamálum. Það þýðir hins vegar ekki að við getum ekki haldið áfram að byggja ofan á og gera betur. Það er hins vegar bara svo mikilvægt að nú þegar talsvert langt skeið þetta hefur verið sama sveitarfélagi, hagsmunirnir eru þeir sömu, en það eru hins vegar fjarlægðir á milli bæja, en hlutverk okkar í rauninni að finna flötinn þar sem við getum haldið áfram að laga það sem aflaga hefur farið eða bæta það sem þegar er gott. Og ég held til dæmis að bara þar sem við sitjum núna, þetta verkefni hérna Blábankinn sem er svona þjónustu kjarni eða þjónustu miðstöð hérna á Þingeyri, sé til dæmis dæmi nýlegt verkefni sem er samt sameiningarverkefni, sem er hluti af því að halda áfram að íbúar finni áfram að hér sé kjarni þótt að þetta sé hluti af stærra sveitarfélagi og stærra samfélagi. En hvað með í svona aukið íbúa lýðræði að íbúar til dæmis Þingeyri að þeir komi með öflugri hætti að ákvarðanatöku eða með einhverjum samráðsvettvangi, stendur til að halda bæjarstjórnarfundi út hinna dreifðu byggðir eða eitthvað í þá veruna? Ég ætla nú ekki að sitja hérna og binda hendur bæjarstjórnar hvar þeir funda á næstu vikum og mánuðum. Það væri sennilega ekki skynsamlegt af mér á fyrsta degi í starfi. En ég hef hins vegar fylgst með og veit til þess að á undanförnum árum hefur verið lögð talsverð vinna í að auka samstarf út í sveitarfélaginu og meðal annars með því að vinna náið með hverfunum. Hvað það raunverulega sem á að hlusta á fólki sem að býr til dæmis hérna á Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, Hnífsdal. Hvað það raunverulega sem fólki telur brýnt, og þetta þurfi ekkert endilega að vera einhver risastór verkefni. Þetta getur snúist leiksvæði fyrir börn, þetta getur snúist til dæmis þetta verkefni hérna, og fyrst og fremst að fara út til fólksins og hlusta og heyra hvað það raunverulega sem brennur á þeim, hvað það sem skiptir máli. Hvað það sem fær þau til þess að fá þessa tilfinningu að á þau sé hlustað og að eftir þeirra ráðleggingu sé farið. Og ég veit að á undanförnum árum hefur verið lyft grettistaki í þessum málum og við munum, og ég mun leggja mitt af mörkum til þess að það haldi áfram, að við höldum áfram að hlusta. Atvinnuhættir eins og þú talaður áðan, þeir hafa breyst mjög mikið og fjórða iðnbyltingin, hún annarkvort hafin eða rétt handan við hornið. Álíturðu að Vestfirðir séu ágætlega í stakk búnir til þess að mæta þessum breytingum? Svo sannarlega. Vestfirðir hafa alla möguleika í sínum höndum og hafa alltaf haft til þess að búa hér farsælt samfélag fyrir fjölskyldur og einstaklinga. Og tækifærin eru mjög mörg. Ég sæti ekki hér, ég hefði ekki sótt eða sóst eftir því að flytja aftur heim ef ég hefði ekki, og tryði því í hjarta mínu að þetta svæði hérna hefði alla möguleika til þess að halda áfram að vera farsælt og fallegt samfélag eins og það hefur alltaf verið. Þú ert bjartsýnn, en einhverjar ógnir steðja nú líka að Vestfjörðum eins og bara land allt. Sko, það hérna, þú talar ógnir og maður heyrir oft svona í orðræðinu, það er aldrei vinsælt að tala brothættar byggðir eða köld svæði. Mér hugnast þetta ekkert sérstaklega vel vegna þess að ég held til dæmis að ef við tölum brothættar byggðir, ef að byggðarlögin hérna fyrir vestan væru brothætt, þá væru þau löngu búin að brotna. Þannig ef það er eitthvað hægt að segja samfélögin hérna og þær áskoranir sem við höfum sannarlega tekist á við á síðastliðnum áratugum, að þessi samfélög ekki brothætt.
það væri þá búið að gerast. Þannig að þau eru sterk. Við þekkjum það vel hérna í atvinnulífinu sérstaklega að fara í gegnum erfiða tíma, takast á við áskoranir, koma niður á fótunum og halda áfram að byggja ofan á það sem gott og hlúa að því fólki sem að hér býr og vill búa og styrkleikarnir felast fyrst og fremst í þessu. Felast í sveitarfélögunum og fólkinu sem hérna býr og nándinni við náttúruna og umhverfið sem að við höfum búið í sátt og samlyndi við alla þennan tíma. Hvers konar bæjarstjóri verður Guðmundur Gunnarsson? Verður svona hurðin alltaf opinn? Ég ætla að vona það. Ég ætla nú svona fyrstum sína ætla ég að reyna að vera sem minnst á skrifstofunni samt. Eins og ég sagði við áðan að þá verði ég að byrja á því að hitta alla þá sem að til dæmis bara vinna fyrir sveitarfélagið, samstarfsfólki mitt sem er vítt og breitt sveitarfélagið. Mér langar líka til þess að eiga kost á því að vera mikið á kaffistofunum, hlusta, vinna með fólki og heyra í rauninni hvað það sem að brennur á fólki þannig að maður sé í sem bestum takti við það sem að gerast. En hvernig bæjarstjóri fyrstum sinn verði bæjarstjóri sem að er í rauninni bara að spyrja spurninga og reyna að skilja og reyna að átta mig á því hvað snýr upp og hvað snýr niður. Því að það nú þannig þegar maður kemur inn í nýtt starf og þegar maður tekst á við nýjar áskoranir þá er afskaplega fátt sem maður raunverulega veit eða þekkir. Segjum sem svo að þú taki nú síman á bæjarkontórnum og hinum einn á línunni sé ungt fólk sem að býr í Vesturbænum í Reykjavík eða eitthvað þvíumlíkt og að svona velta fyrir sér að flytja vestur. Hvað myndir nú nýr bæjarstjóri segja? Ég held að þeir sem búi í Vesturbæ Reykjavíkur hefur mér heyrst margir hverjir mjög ánægðir þar og ég ætla ekki að gera lítið úr því. En það sem ég myndi gera til þess að selja þeim hugmyndina að koma vestur á nokkru sekundur og í rauninni bara að spyrja þau hvað það í raunverulega sem ykkur finnst mikilvægt. Eru það gæða stundum með fjölskyldunni? Það nándi við náttúruna? Hver eru áhugamálin? Og ef það eitthvað sem á samhljóm við það sem mikilvægt hérna fyrir vestan. Ef ég tala bara til dæmis fyrir mig, þá finnst mér afskaplega mikilvægt að fjölga gæðastundum í fjölskyldunni. Nú sé ég fram á það að fækka þeim stundum sem ég veri í að skuttla og sækja eða ferðast til og frá vinnu. Nú get ég aftur farið að taka fram reiðhjólið og fjölga stundunum í fjölskyldunni, fjölga stundunum sem ég hef í þeim áhugamálum, það sem í rauninni gefur manni andagift, það sem hjálpar manni að vera ánægðari síðan í starfi. Og ef það eitthvað sem að þetta unga fólk í Vesturbænum sér í hillingum, að þá held ég að þau ættu bara alvarlega að fara að velta því fyrir sér að setja húsi á sölu og þegar þau fara síðan að reikna dæmið upp fjárhagslega, hvað hægt sé að gera fyrir verðmunin á húsnæði í Vesturbænum og húsnæði í þessu sveitarfélagi, þá held ég að það hýrninu á þeim bráin ansi fljótt. Áttu vona því að íbúatalan hún hækki? Já, ég vona því og ég gerir væntingar til þess og ég sé ekkert í fyrirstöðu heldur. Þannig ég held að við eigum bara að halda í þessa vestursku bjartsýni og þetta er alltaf upp á við og ef við lítum ekki svo á að það sé tækifæri til uppgangs að þá þurfum við eitthvað að fara að líta betur í spegilinn. Guðmundur Gunnarsson, nýráðinn bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar. Þakka þér fyrir spjallið og gangið vel. Takk alveg.